Í þessu vídeo þá ætla ég að fara yfir nokkrar hugmyndir í retivörn eða retibyrjun þar sem svartur leikur D5 og biskup G4. Við skulum vinda okkur í þetta. G3 og biskup G4. Nú hinn aðaleikurinn er stundum leikur svartur C6 fyrst og stundum biskup F5 líka, síðan C6. Hér ætla ég að fjalla bara biskup Gunnar 4 og stinga upp á leið fyrir, eða svona leiðum fyrir hvítan, kannski ekki alveg algengustu leiðirnar en alveg leiðir sem leiðin á sér. Biskup G2 og þá á svartur 2 valkosti, C6 eða riddari D7 yfirleitt. Ég ætla að byrja á riddari D7 og hérna ætla ég að stinga upp á D4. Þetta er nú ekki svona algengasta leiðin í riti hjá hvítum. Hvítur er ofta að rókera bara á leika svo C4 frekar snemma og síðan jafnvel B3 og biskup B2 eitthvað svo leiðis. En ég held að D4 hérna geta alveg komið svartum í smá vandræði. Nú þessi plön eru svona frekar stílhrein og auðskiljanleg. Segjum C6, rókering, E6, riddari D2 og svona helsta planið sem ég huga hérna er að reyna að leika E4 snemma og fá svona stjórn á miðborðinu. Og svartur gæti reynt að hefta það plan með F5 en mér sýnist svartur er aldrei veikur fyrir sko. C4 dróning B3 pressum rókar 1 og hér eru við hugsanlega að undirbúa að leika H3, G4 fá peði í burtu og hugsanlega leika svo E4 og þá opnast alla línur á að svarta kongnum. Ég ætla bara að sína hvernig getur telst rókar 1 segjum H6 svartur getur verið smeyku við að fá riddari G5 á sig með einhverju svona hugsanlega hugsanlega einhverju svona F3 svona einhverju F3 og E4 kannski getur verið svolítið séki á svart sko og því leikur hann H6 tekið H3 og hann drepur þá bara E4 og ég kíkti aðeins nánar á þetta og staðan er að opnast en það er ekki sérstök hætta, við erum bara peðin yfir og riddarinn getur fara að hoppa á D7 og síðan getur riddarinn á F3 og þetta farið á E5 til dæmis. Þannig að F5 er ekki góð leikur. Hinn leikurinn er riddari F6 sem er svona alveg röggréttur og ég myndi halda besti leikurinn í stöðunni. Rókur 1 og hér er semst hugmyndin að stefna að leika E4. Það virka kannski svona hálf meinlaust en hvítur getur mjög öll að fengi þægilega betri stöð og ég kom ykkur unna að margir sem er svart kannski vannmetið þetta plan. Sýna hérna dæmi. Svartur getur valið að drepa eða hrókera. Þá ef hrókera þá náttúrulega býða svolítið átækta. C3 opnar við drottningun og valda D4 biskup H5 riddari Bjarni 3 opnar fyrir biskupin og C1 komum nokkuð sýniframöld segjum A5 bara þróum liðið og hérna erum við plan að fara með riddarann á F4 bara komum með svona hvernig hann geti telst og hvítur er náttúrulega að reyna að sækja á drottningan kongsvang segi og þetta er nú heldur betra á hvítan sko. Þannig að tilfæringar með riddarann á B3 reyna að bæta stöðu hans og flakka með hann á F4
Sko baka, og svartur og fleiri leiki, hann getur leikið C5, það er bara best að drepa og skipta upp, og dróning B3, og hvítur er með aðeins betra í þessum stöðum. Sérstaklega þegar riddarinn á E8 er dálítið slagur, hann kemst ekki á það 2 reyti hérna út af P-inu á E5, og við erum með alltaf hennar þrýsting hérna á dróningaveng. Já, við getum farið að leika hrókur D1, ég myndi halda að það væri nú nokkuð eðlilegt. Svo er annað framhald kannski H4, kongur G2. Þessi hvítriti biskup verður oft betri en riddarinn í endatafli. Svona eitthvað aðeins betra, myndi ég halda. Þegar riddarinn hann á ekki svo marga reyti, sko. Nú riddari C7, biskup 1-3, förum út með kallana bara og höldum okkur við planið að fara með riddarann á F4 hugsanlega, að laga hann til. B3, stoppum, riddari C4, dróning D2, valda B4 reytin. Það er svona prophylaxis leikir, fyrirbyggjandi leikir. Biskup A3, kemur við fyrir hókur C1. En þá er dróning A5 og svo er hókur C1. Og við erum með C-linn og biskupin á F1 er fít, sko. Og leiður riddarinn fyrir eitthvað, þá er pressa hérna og svo hangi P á A7. Svona slight pressure, eins og maður segir. Ég grunna nú að langt flesti drepa á E4 og þá á svartur valum að hrókera eða drepa á E4. Skulum byrja á hrókeringu, svipaða stöðutýpur, segjum að drepi bara. Biskup F5 og riddari T2 og riddarinn getur fara að hoppa á C4 og biskupin getur fara á F4. Biskup drepur F3 og biskup G5, þá er þessi endatöfla alltaf betra á hvítan, hann er með rýmið, hvítur á ýmsa valkosti, A4, A5, H4, kongur G2 með svona smá pressu, sko. Svo hrókarnir sveigjanlegir, geta farið hérna á ýmsa reyti. Þetta voru eitthvað aðeins betra á hvít, sko. Dróning B6, H3 og hrókur D8 og A3 ágætis framhald. Með A3 þá erum við að undirbúa að fá hérna eitthvað svona peða meiri hluta á dróningaveng, pluss við erum með biskupar og biskupin getur fara á E3 og þá eru biskupinir öflugir. Og svona endatöfl með þessum peða meiri hluta á dróningaveng geta verið erfið fyrir svartan, sko. Við skulum bakka. Já, sem sagt riddari F6 geti komið og hér á svartur ýmsa valkosti. Dróning B6, dróning C7, riddari D5. Byrjum á dróning B6, dróning B3, þetta er svona prinsipleikur yfirleitt, þetta er dróningi fyrir á B6. Við erum ekkert að móti því að fara í þetta endatöfl. Við erum með pressu á báðum vengjum og biskupar. Það er mjög þægileg staða, sko. Hrókur FD8, ég myndi halda að það verður nú bara hálfgerð mistök. Riddarinn er góður hérna og við sjáum að riddarinn á A5 er að setja hansi mikla pressu hérna á svartstöðuna og við getum svona farið að fiffa kallan okkar til í rólegheitum og ættum að geta pressað nokkuð áhyggjulaust. Ég sé fyrir mig leik eins og biskup F3, kongur G2. Já, svo getur riddarinn alltaf að fara aftur á C4 ef hrókurinn fer á A8, þá hóttum við A7 og svo framvegis. Dróning A6 er annar leikur, getur telt svona einhvern veginn, biskup F1 og dróningin á A6 er í vandræðum.
dróning C7, dróning B3. Hér er með eitthvað framhald, hvítu tekur rýmið og riddari D3 er góður leikur. Og förum að hóta á C5. C5 sterkur leikur. Gefum hérna P tímabundið en við sjáum að það er alltaf að gerast á dróningavæng og þetta fer að hrynja hjá svörtum. Biskuparnir eiga borðið. Þetta snýst voða mikið dróning B3 og A4 eftir á og pressa á dróningavæng. Riddari D5, dróning B3, fastiliðir. Hér er dróning C2 áhugaverður möguleiki, það er að halda í dróninguna. A5 og hróku D. Já, og hér erum við biskuparið og ættum kannski eiga ykkur svona hugmyndir á að laga þetta svona eitthvað til. H4, H5, kannski biskup C1, valda B2-pið og svo geta hrókarnir þeir getur flakkað hérna á G4 eða tvöfaldað og svo þetta A3 og C4 í einhverju augnabliki geti komið til greina. Það þarf auðvitað að vanda sig vel við það. Þetta er alltaf þægilega á hvítan. Þannig við skulum baka og fara yfir í C6. D4, það er svona svipað plan og hérna stingi upp að H3. Biskup H5 og skulum skoða hvað gerist ef hann drepur á F3. Sjálfsögur ekkert arslæmt. Hér á hvítu kannski biskup F4 sem auka valkost sem má alveg skoða. Ég tók eftir að Artemiev hefur leikið þessu. Og hrókering og E6 er standardleikur en svarti gæti reynt að þenja sig en þá held ég að C4 sé sniðut. E4 og þessi stað er bara mikið betra á hvít sko. Biskup D2 með smá taktík, svarti getur ekki hrókera þá sem strefið á E4 og vinnum P-ð. Þannig að og vandamáli hjá svörstum hér er að hvítur með A-línuna eða með taktík og svo er F3 yfirleitt hörkuleikur. Þannig að þetta er verra á svart sko. E6 er kannski meir í andastöðunar, þetta er D2 og svipað og ég var að sína aðan, hvítur með biskuparið. Já, þessi stað er bara aðeins betra á hvítan. Við getum bara haldið okkur við svipu plön myndi ég halda með dróning B3 jafnvel. Það getur vel verið að dróning E2 og H4, H5 sé líka plan. Ég held að dróning B3 virkar svona first impression, þá er það svona sem ég myndi halda að væri málið sko. Já, ætla að baka aðeins. Biskup H5 C4 C3-D5. Við erum ekkert að fara að leifa svörstum neitt taka hérna og einhver auka möguleika dreif á C4 heldur dreifið á D5. Nú er ekki gott að skjóta inn þessum þá græfið P-ð þannig svartur á E3-D5 eða C3-D5. C3-D5 þetta er C3 dróning B3 svona prinsipleikur og hér halda kannski einhverjir að þessi staði sé bara jöfn en það er ekki svoleiðis. E4 hörkuleikur. Hvítu tekur á sig stakt peð á D4 en B7-peð er mjög veikt sko. Sýna bara hvernig það teflist. Svartur næri einhvern veginn ekki alveg að jafna teflið sko þá sem við nálætt í og hróku D1 og við sem sagt njótum þess að við erum biskupina og getum bara pressað áhættulaust.
Ég myndi halda að svartur leikur ritar E5 getur leikið biskup E4 og svo er kongur G2, kongur D6 og þessi peð hérna er alveg veik hjá svartum. Því peðun okkar er allt í lagi. Það er bara munið til þessu E4. Nú E3 D5 hugsanlega best. Ég myndi stinga bara ritara H4 sem atriðsumleik. Nú dróning B3 er vissulega eitthvað sem getur komið til greina líka. Það er svona eitthvað megin. Og hrókur D1. Sumir vilja meina að þetta sé aðeins betra hvítt. Ég veit ekki, hann er með biskuparið en svartur er vissulega traustur. En þetta er alveg áhugavert. Ég sæi kannski fyrir mér í framtíðinu hvítur næði einhverju dæmi hérna á drókningavæng. Þá var hann hugsanlega með aðeins betra. Þannig að það er þetta að velja samstöðum drókning B3 og nútum okkur leppun á E7 og teflit einhvern með svona. En aðal valkosturinn í fælinum hérna hjá okkur er ritara H4. Svona smá sníki sko. G4 getur farið að vera smá leiðindi eða F4 sérstaklega F4 sko og G4 F5 og getur farið að loka biskupin. Það var alveg mjög nasti sko. Og biskup G6 annar leikur er biskup E7 þannig að sjá F4 svona in action eins og maður segir og þetta er aðeins betra hvítt. Það er biskupin á H5 í smá vandræðum og við varum með biskupari. Hótum bara G4, drepa E7 og leika F5. Hvað annað? Ritar Einar 8 kemur það sama. Þetta er E4 atriðsúrleikur. Og hérna er ágætt svona kannski að stoppa aðeins og taka bara smá æfingu. Hvernig gætu við telt þetta áfram? Þetta er eitthvað sem þarf að skoða. Þetta er mjög athyglisvert. Við erum bara að tefla stöðuna kall undir, hótum að H6 og G4. Og eftir því sem ég sé best þá er þetta mjög skemmtilegt spil á hvítan sko. Þannig að biskup G6 mainline best, þetta er C3 biskup 1-7 hann bara drepu við dróning D3 og nú erum við með biskuparið og við stjórnum E4 reitnum hrókering hérna kemur bæði H4 og biskup F3 til greina. Ég er með biskup F3 sem aðalínu rittar Einar 8 ég sé fann einhvern veginn ekkert annað plan hjá sortum hann er að laga rittaran biskup F4, F5, kongur G2 ég myndi halda þetta að vera aðeins betra á hvítan það var bara eitt sem ég langar að nefna þegar svartur kannski fyrir rittaran á E4 þá getur alveg verið valkostur að leika dróning C2 þó að það virki skrítið ég er búin að skoða þetta aldrei og jafnvel drepa með biskup á E4 og leika svo F3 í sumum tilvikum bara skjóta því að svona 12 mati er 0,28 0,3 á hvítan en svartur eru nálægt í að jafna tablið en já, ég læti þetta gott heita af þessu og ég vona að þetta nýtist þér í ef þú teflir rétt í. Takk fyrir.